Komið þið sæl, heyrið ekki í mér? Jú, ég heyri það hérna. Og heilbrigð sál, já, þetta er hérna áhugaverður titill. Ég fekk hann nú bara upp í hendurnar, hann ég ákvað bara að halda honum, mér finnst hann góður. Af því vissulega þurfum við líka að hugsa andlegu hliðina og heilsugæslan ætti auðvitað alltaf að koma að því. Titillinn á þessum málþingi hjá okkur, þetta fyrir þessu flotta málþingi, er hérna þjónustaði þróun og sálfræðiþjónustan er í mikilli og hraðri þróun. Og ef ég kæmi inn eftir nokkra mánuði eða ár, þá var ég örugglega að fara að segja allt aðra hluti. Þannig að, eins og ég segja, þetta er mikið og að þróast og við sálfræðingarnir erum að halda ýmsa starfsdaga og erum svona í þróunarvinnu og þetta er svona sirka það sem við erum að vinna eftir núna. Almennt þjónustuna, ég ætla að fá að horfa hérna, ég sé svo illa þannig að skjá. Sálfræðingar fyrir 18 ára og eldri eru núna á 7 af 15 stöðum. Þetta er tiltölulega nýtt og það eru ekki allir heldur í fullu starfi. Ég er í 100% starfi á Seltjarnarnesi og aðrir eru alveg upp í 70-80%. Þannig ég er eini sem er í 100% starfi og svo er svo í miðborginni að fara upp í 100 núna í júní. Þessar stöðvar eru eins og stendur þarna, þið sjáu hvaða 7 stöðvar þetta eru og eins og Óskar Reykdalsson kom inn á áðan, þá er eitthvað fjármögnunar líkan sem að við flest skiljum kannski ekki alveg hvernig þetta er raðað allt niður. En þetta er samt til sem að fá fullorðna sálfræðinga eins og er. Barnasálfræðingar eru á öllum heilsugæslustöðum og þar er ekkert, sem sagt, kostar ekkert fyrir börnin að koma og þar er líka verið að sinna mæðravernd og nýbökuðum foreldrum. En við sem erum með fullorðins eða 18 ára eldri, þar er almennt komugjald greitt en þeir sem þykja örorkulífeyri, þeir greiða ekki komugjald. Þannig að þetta er ókeypis þjónusta fyrir öryrkja. Ok. Markmið á bakvið að hafa sálfræðinga í heilsugæslu er fyrst og fremst að svara þörfum í samfélaginu. Og við sjáum að bæði í fjölmiðlum og víðar að fólk er að óska eftir þessu. Og það er rosalega dýrt að fara til sálfræðings af því að þetta er ekki inn í sjúkratryggingum eins og þið vitið. Og svo erum við líka með íslenskar rannsóknir sem að sýna að 1/3 þeirra sem að leita sér þjónustu á heilsugæslu er fyrst og fremst út af geðrænum vanda eða andlegum vanda. Fyrst og fremst takið eftir. Og það er líka margir sem eru með þetta sem þá auka vanda. Og það er talað að hátt upp í 25-30% af fólki fær einhvern tímann á lífsleiðinni einhver geðræn einkenni sem að þarfnast aðstoðar. Og þannig að þetta er stór hluti af heilsun okkar, af stóru myndinni, þannig að vissulega á þetta heima í grunnþjónustunni. Og annað markmið er að vera fyrsti viðkomustaður fólks og þetta er það sem heilsugæslan almennt er búin að vera að vinna að þegar kemur nánast öllu og þar á þetta geðheilbrigði ekkert að vera neitt öðruvísi. Og fólk veit ofta ekkert hvert það á að leita. Þú veist, maður hefur heyrt þetta svo, fólk kannski líður illa, það er eitthvað svona andlegt vandamál til staðar og það veit ekkert alveg hvað það á að gera. Á ég að fara á netið að leita sálfræðingi, á ég að fara beint upp á bráðamóttöku og til að svara þessu spurningum er óslega gott að við vitum bara. Við eigum að leita bara á okkar heilsugæslu. Þannig á það að vera. Sumir vita það, sumir gera það, en þetta er svona að koma svolítið í almenna þekkingu. Og eins og ég segi þarna líka að veita þjónustu í nær umhverfi sem fólk þekkir, svona sem hluti af þessari grunnheilbrigðisþjónustu. Þá er spurningin hvaða vanda, og ég er að nota orðið vandi núna mjög frjálslega og bara svona þar sem ég hef ekkert í sjálfur sér annað orðið sem samheiti yfir þetta alltaf. Því við erum ekkert alltaf að tala endilega raskanir, við erum ekkert endilega alltaf að tala geðsjúkdóma, þó það sé vissulega það sem við meðhöndlum og erum að vinna með, en við horfum á þetta fyrst, efst upp í keðjunni sem vanda. Ok, þannig að almennt er allur vandi metinn. Þannig að ef það er eitthvað sem maður veit ekki alveg, þetta er svo rétt maður er að fara til heimilislæknis, maður fer til að fá svör, ekki satt, þó hann endilega meðhöndla ekkert vandan. Og það er það sem maður kannski sálfræðingar, svona þegar þjónustan fyrir að þróast, verður svona fyrsta stoppið. Við erum eitt endilega kannski að fara að sinna vandanum, en þið getið þá að minnsta kosti leita til okkar og við ákveðum í framhaldi hvað sé besta næsta skref.
Ok. En vægur til miðlungs alvarlegu vandi meðhöndlaður á heilsugæslunni. Þannig að hann á að, sem sagt, með undantekningartilfellum þá hann almennt sem sagt, meðhöndlaður á heilsugæslu og það samkvæmt geðheilbrigðisáætluninni þá það þunglyndi, kvíði og áföll. Og inntöku viðtal lykilatriði. Þannig ég ætla að fara aðeins yfir hvernig tilvísunarferli Þannig að allir sem koma fara í svokallað inntöku viðtal, það þetta matsviðtal. Þannig að allur vandi þannig séð velkomin. Meira þess að kom spurning á hann ADHD. Ef fólk grunar ADHD og veit ekki hvað að gera, hvað næsta skref, þá alltaf að koma fyrst til sálfræðings, þó hann greini ekki vandan, þá vísum við á ADHD teymið, eins og Þjónustan í þróun, kannski verður fyrir greiningi fram seinna á heilsugæslu, hver veit, en eins og þetta núna, þá það þessi 2 ára bið. Ég heyrði það með þessi morgun, hún 2,5 árs. Þannig að það náttúrulega ekki góð staða. Þannig eins og segi, þannig að inntöku viðtalið lykilatriði og allur vandi metinn. Allur vandi ekkert meðhöndlaður, en allur vandi metinn. Ok, þannig að við byrjum efst upp í þessari mynd og ég veit að þessar myndir ekkert skemmtilegar en þetta svona bara hjálpar okkur aðeins að fá smá yfirsýn. Tilvísunin kemur frá, eins og staðinni núna, frá heimilislæknum, hjúkrunarmóttöku, sykursýkismóttöku og þannig það sem hjúkrunarfræðingar með sérhæfða þjónustu og flestum heilbrigðisstarfsemum innan heilsugæslu. Pínum mismunandi milli heilsugæslustöðva núna. Auðvitað draumurinn í framtíðinni að færa einhvern veginn inn í heilsuveru, að því vorum að tala hana, þannig að fólk getur bara panta sér tíma eða tekið einhverja skimunarlista og þeir sem skora yfir eitthvað ákveðið komið viðtal eða eitthvað og það framtíðarmúsík og við erum að tala auðvitað, ég að tala hratt? Ég gleymi mér alltaf, mér finnst það flott að þetta sé rítúlkað. En það framtíðarmúsík og auðvitað væri það gaman að fólk getur bara sjálft svolítið sleppt þessari aukaskrefum. Og allir komið þetta inntökuviðtal. Nema þessi augljós frávísun. Ef ætlaðum bara augljóslega neysluvandi eða eitthvað slíkt, eitthvað sem bara það og ekkert annað, eða augljóslega bara fjárhagsvandi sem að valda áhyggjum, ekkert annað, þá það oft frávísun, en við reynum að hitta alla. Ok, þannig að frávísunin sem sagt vandi ekki til staðar, vandi búinn að lagast, því að stundum líður smá 1 til 12 vikur og þetta stækkandi biðlisti, stundum á millitíðan þá lagast vandi þegar það boðað fólki viðtal eða þá vandi á heima í öðru kerfi eins og ég sagði. Ef þetta fyrst og fremst kannski félagslegur vandi eða fjárhagsvandi eða eitthvað slíkt þá gera sálfræðingar ekki mikið. Ef vandinn undir viðmiðum þá bjóðum við oft eitt viðtal, ráðgjöf næstu skref og fylgjast jafnvel með símtali seinna, athuga hvort þetta muni lagast sjálfkrafa. Og við erum að vinna góðu gagnreyndu sjálfshjálparefni, það líka svolítið framtíðin að reyna að hafa svolítið eiga gott sjálfshjálparefni, það mikið til en við viljum hafa eitthvað sem svona, þar kemur aftur heilsuveran inn í. Og vægur vandi, þá fær fólk að koma á hamnámskeið og sem hefur verið núna lengi, hugræn atferlismeðferð, námskeið í því, hópmeðferð sem kalla sumið það. Og miðlungsvandi, þá það hamnámskeiði og eða einstaklingsviðtöl hjá sálfræðingi og þá förum við bara eftir klíniskum leiðbeiningum þar, notum þá meðferð sem mælt með. Og ef þetta alvarlegu vandi, þá greinum við jafnvel betur með tilliti til svona mismunagreiningar, hvað að skýra vandan, hvert best að vísa og vísa þá einmitt á réttan stað og veita einstaklingsviðtöl og heilsugæslustöð eftir þörfum eða aðstæðum, svona til að hafa þetta aðeins opið. Ok, þetta bara smá, hvernig þetta hjá mér núna á Seltjarnarnesi frá febrúar til apríl, niðurstöðunar úr inntökuviðtali. Það eru fjórðungurinn sem fær ráðgjöf, ég fer yfir það eftir hvað það rúmlega fjórðungur fer á hamnámskeið og rúmlega fjórðungur eða 30% fer í einstaklingsviðtöl og restin eða tæp 20% fer annarkvort í vísa í annað eða þá það þegar búin að hjálpa sér sjálf, sem sagt, nefndi ekki að bíða eftir þjónustu og fóru þá bara einkastofu eða í eitthvað annað. Ráðgjöfin felur í sig þá aðalega bara ef að vandinn svolítið aðstæðbundinn, ekki klíniskur, ef þetta eitthvað fólk sem að þetta ekki einhvers konar geðvandi, við upplifum öll að sorg til dæmis, við getum verið að ganga inn skilnað eða eitthvað slíkt og þá það ekkert sjúkdómur, skiljiði. Þá færa fólk svona hvað tillögur næsta skref, vísa á einhverja hópa eða bara svona aðeins að fylgjast með og athuga hvort það sé að sigla í einhverja þunglyndislotu en aðalega bara svona sjá hvað í gangi.
og það líka fræðsla og mögulega eftirfylgd. Þannig að við grípum ekki inn í ef vandinn sem sagt þess eðlis. Og einstaklingsmeðferðinni mitt, það við þessu miðlungsvanda eins og staðan núna, og þar við bara að sinna vandanum út á klíniskum leiðbeiningum, en það rosalega erfitt þegar við erum svo fá, þannig að við viljum þetta besta þjónusta sem við getum veitt, en að því að við erum það fá, þá bara svona, eins og segi, 25–30% af öllum inntökuviðtölum sem að enda í einstaklingsviðtölum. Þannig að við erum að reyna að annarkvort þurfum við að fá bara fleiri sálfræðinga eða bara betri sjálfshjálparefni, betri hópmeðferðir, internetmeðferðir og fleira sem við erum að skoða, eins og ég ítreka þjónusta í þróun. Og ef þetta vísa annað, þá þetta oft bara einmitt eins og ég segi að vísa í viðeigandi úrræði, og alvarlegri geðvanda að vísa á annað, til dæmis á Hrönn og Erik og þau hjá geðheilsuteymunum, og ef þetta sé þá annars stigs þjónusta, þegar við erum fyrsta stigs þjónusta, við erum fyrsti viðkomustaður, og eða jafnvel beint á göngu til geðsviðs eða einhverja endurhæfingu eða innlögn eftir því sem að þarf. Sálfræðingar á heilsugæslu sinna ekki greiningu ADHD og einhverfu, allavega sem komið og við sinnum ekki stuðningsviðtölum, og þá það sem ég á við að við erum ekki að hjálpa fólki í gegnum einhverja kannski venjulega erfiðleika, þó væri auðvitað frábært ef við gætum það, en þá myndi bara allt fyllast. Við erum ekki að hjálpa fólki í gegnum skilnað eða eitthvað slíkt. Það aðalega bara þessi geðheilbrigðisvandi, ekki þessi svona vandamál sem tengjast lífinu, þó að það sé oft alvarleg vandamál og þarf að vinna með, en þá eru bara margir sem eru betri en sálfræðingar að sinna því. Við sinnum ekki meðferð við geðrofsröskunum, það samt ekkert frávísun ef fólk með geðrofssjúkdóm og það að koma út af einhverju öðru, þá það ekkert frávísun. Saman með fíknivandann, það ekki frávísun, en við sinnum ekki meðferðinni, og við sinnum ekki meðferð við átröskun, og við sinnum ekki meðferð við persónuleikaröskun. En ef fólk með eitthvað af þessu og að koma út af einhverju öðru, þá það stundum alveg synd. Ok, á heimasíðan ykkar, ég kíkti aðeins á það, þá voru spurningar sem þið viljið fá út úr þessu flotta málþingi, og auðvitað erum við öll að svara því frá mismunandi stað, og við erum bara að svara því út frá okkar gleraugum, sem við komum sem fagstéttir með okkar ákveðin svona gleraugu inn í vandann. Þannig að ég ætla að fá að svara út frá mínu. Hver staðan á teymisvinnu? Hún ekkert sérlega góð þegar ég var á hreinskilin, en það rosalega vilji og það eitthvað að fara af stað, en við erum öll svolítið einangruð eins og nema mögulega í geðheilsuteyminu, því það flott teymisvinna, eins og þið sáuð. En þessi teymisvinna svolítið að fara af stað. Það væri frábært, eins og einhver nefndi, að fá næringafræðing ef að það hluti að viðhaldandi þætti í vandunum, eða meiri samstarf við hreyfiseðlana upp á þegar maður að virkja fólk með þunglynd og fleira, og þetta eitthvað sem að gerast, og það akkurat svona málþing sem svolítið ýta okkur og minna okkur á það við þurfum að vinna í þessa átt. Þannig að ég bara fagna því, og það aftur mitt þið spurðu ráðum hreyfingu og mataræði. Það búið að koma einhver svör hérna, en ekki kannski fullnægjandi svör, allan ekki þegar kemur á næringu eða mataræði, og það eitthvað sem bara, við sálfræðingar komum ekki náttúrulega inn á, þó þessi spurninga hefur verið þarna, en stundum það hluti af að þegar við kortleggjum alltaf vandann með fólki í einstaklingsmeðferð, og ef við sjáum að stór hluti af vandanum mataræði eða hreyfing, þá vísum við þetta, reynum allavega einhvern veginn að fá þá aðra aðila inn í það, eða fá einhverja fleiri fagþekkingu inn í það. Það var allan að drauma staðan að geta fengið fleiri inn. Hvernig virka tilvísanir? Ég búin að koma þessi við það, og hvers að vænta svona af þjónustinni. Ég líka svolítið kannski búin að fara yfir það, en ég ekki búin að fara í hvernig getur sjúklingur fengið aukna yfirsýn á málunum. Það auðvitað bara heilsuveran, og sálfræði með þess snýst líka svolítið það. Þetta sameiginleg vinna milli sálfræðings og fólks, sjúklingarna, þeir sem að koma. Að við erum sjálf að reyna að skilja vandan saman. Þetta samvinna, og ég held að yfirsýnin sé svolítið það líka. Fá fólk svolítið involverða í meðferðina, ákveða saman hvað við viljum gera. Og kannski loka orðið mín bara þau að þetta ennþá í þróun, og ég bara mjög ánægður með að það sé mitt akkurat vera svona að minna fólk og okkur fagfólkið á að vera á tánum og vera svolítið að gera þessa þjónustu, því þetta jú fyrir ykkur öll. Takk fyrir mig. Einhver spurningar? Eitthvað, jú, það komin inn, það allavega spurningar þarna.
Emil, þú getur farið heim, ég held að sé búin að taka saman alla fyrirlesturinn í einn nema þennan sem eftir. Já, sæll, takk kærlega fyrir þetta. Ég fagna þessu og líka þessu sem komst með inn á hvað spurningarnir frá ÖBÍ, af því að ef hún nefnir skelleglærin aðeins aftur upp, af því að mér langar að taka undir þetta með teymisvinnu. Nú voru hreyfiseðlarnir tiltölulega nýir og sjúkraþjálfarar tiltölulega ný stétt inn í heilsugæslunni líka, kalla eftir meiri teymisvinnu og takk fyrir þetta málþing því það hjálpar okkur að eins og hann kom inn á að ýta á að teymisvinnan verði virkari, því að það er besta leiðin til þess að fá bestu mögulega meðferð sem boðið er. Ég segi bara, ég sé svo marga tengingar á milli sálfræðiþjónustu og þjónustu sjúkraþjálfara inn á heilsugæslustöðvum og ég held að þetta málþing ætti að hjálpa okkur áfram og hvet okkur bara til þess að eiga betra samtal. Takk. Tek undir það. Það spurning hinum einn. Þakka þér Emil, þetta minn hreyfiseðill, takk. Já, Helga heiti ég, eins og heyrist áðan. Ef ekki svona teymi á minni heilsugæslu, hvernig stíðum við þá í þið? Ef ég fer bara til heimilislæknisins og hann gefur mig bara pillu, hvað þá? Þetta svolítið flókið og öllum frjálst að vera á þeirri heilsugæslustöð sem þau vilja. Þannig að ég á Seltjarnarnesi, það getur tæknað þessi hver sem komið til mín en hann þarf að vera skráður á heilsugæslustöðina. Og fólk ekki tilbúið að fórna sínum sambandi við sín heimilislækni og til að koma aðra stöð. En þá maður búið í Kópavogi þá máttu vera skráð á Seltjarnarnesi og svo framvegis. Þannig að þú getur það faktist þannig séð. En eins og staðan núna, ef það ekki sálfræðingur á þinni stöð og þú vilt ekki breyta, þá það bara fleiri þrýstihópa og fleiri bara raddir að fá fleiri sálfræðingur og fá pening til að ráða inn á stöðanar. Einhver munur á þessum sjálfstæðu stöðum, heilsugæslustöðum og hinum? Ég kann ekki munin sjálf, sko. Ég bara sammálaði þar, ég þekki það ekki. Nú er gott ef Óskar væri en ennþá, en hún kannski getur svarað því. Hún rétt upp hönd eða það, já. Já, það eru sjálfstæðar og hinnar ekki. Ég get kannski bara örlítið komið inn að það sem sagt kröfulýsing þjónustu heilsugæslustöðva og allar heilsugæslustöðvar eiga að bjóða upp á ákveðna þjónustu og fá greitt samkvæmt fjármögnunarmódelinu, þannig að þeir eiga að bjóða upp á alla þessa þjónustu, helstu þjónustu sem kröfulýsingi segir til Nú sálfræðiþjónusta, Bergþór aftur, sálfræðiþjónusta á heilsugæslunni, fyrst styrkþjónusta, geðheilsteymi og annars styrkþjónusta. Má segja að hvorki sálfræðingar inn á heilsugæslu né geðheilsteymin muni koma full í staðan fyrir sjálfstætt starfandi sérfræðinga út í bæ? Já. Muni það duga eða þurfum við alltaf á þeim að halda? Sko, þetta náttúrulega bara næstu í pólitísk spurning. Og ef geðheilbrigðiskerfið væri þannig þá auðvitað þyrftum við ekki fólk á stofu. Nú veit ég að það eru margir kollega minni sem hefur bara hjartalega ósammála mér. En í mínu fullkomna heimi væri bara þannig að hver sem getur gengið inn á heilsugæslustöð eða fengið að niðurgreitt á stofu, annarkvort, skiptir ekki máli, bara að fólk fái aðgengi að þessu. En auðvitað er líka annars konar vandi sem sálfræðingar sinna sem að kannski þú vilt ekki hafa í heilbrigðisþjónustunni. Þannig að fólk kannski að koma með eitthvað sjálfstraust eða fólk að koma kannski með eitthvað samskiptavanda eða eitthvað slíkt sem að ekki klíniskur eða krefst kannski ekki endilega aðkomu heilbrigðiskerfisins. Þá auðvitað fólk kannski frjálst að fara á stofu, þannig að þeir mun alltaf sinna kannski þeim göttum, skiljurðu. Þannig að ef það er spurningunni þinni. Ég veit ekki kannski frekar að segja að við megum ekki leyfa yfirvöldum að komast upp með að láta okkur halda þau sem búin að leysa vandann með því að setja einn sálfræðing per hvað? Þetta er 50% eða 70%. Eða 1000 Já, og ég má kannski endilega bæta þar við að ég sá bara svo áhugaverð að mynda á hann. Það eru 4 læknar á hverja 1000, okay? En það er sem sagt, ég ætla að segja, á 1 sálfræðingur á hverja 9000. En samt var ég að segja á hann að það er þriðjungur, næstu 25-30% sem kemur aðalega út af andlegum vanda. Sjáðu hvað mikið misræmi tölum hann.
Eða eins og Vestfjörðum, það sem voru 2,5 stöðugildi fyrir það byrjum 10.000 manns. Já, einmitt. Helmingina árinu þá komast það ekki til einstaklingana. Akkurat. Ég heiti Berglind og mig langar til að spyrja af hverju fjárhagsvandi ástæða frávísunar á tilvísun til sálfræðings. Ég haldi fyrir hóp eins og fólks á örorku þar sem að fjárhagsvandi bara viðvarandi vandamál. Að fólk ætti að geta fengið bjargráð við því hvernig það tekst á daglegt líf í viðvarandi fjárhagsvanda. Þetta er mjög góð spurning hjá þér og ánægður og komst með hana og sko, ég kannski verið ekki nógu skýr með þetta. Það sem ég átti við að ef að það fyrst og fremst prímert áhyggjur út af fjárhagsvanda, engu öðru, þá eru til betri kerfi sem að, ég leiðist þetta orðavísu kerfi, en það eru til fleiri aðilar sem að ætti að vera betri í stakkbúin til að sjá það, ekki heilbrigðiskerfið ef þetta er bara prímer. Hins vegar það mjög rétt hjá þér og það svo ótrúlega oft sem ég fæ, það sem að næstuði alltaf, þá alltaf einhverja fjárhagsvandamál líka og það hluti af oft sko vítahringunum og kortlækningunum sem við vinnum með, nánast bara virkilega oft. Þannig að þá það ekkert frávísun, langt í frá. Það var aðalega hitt sem ég var að meina, þannig að þetta er alveg prímert bara, þú veist, það ekki til einhver geðræn einkenni annað en þessar normal áhyggjur sem allir myndi fá, bara, þú veist, þannig að það meira þannig. En við skoðum allan vanda og ég hef aldrei vísað hennu frá í félagskerfið út af því og ég veit ekki neitt sem gerir það. Þetta svolítið bara svona þessar skemamyndir og svo erum við manneskju náttúrulega sem að skoðum hvert og eitt mál út frá því. Takk fyrir þetta. Já, þakka ótrúlega fyrir að fræða okkur heilbrigða sál.